Ég tók það náttúrulega ekki. Það er skiptið? Nei. Andskotinn. Það hafði ekki hægt að taka þetta. Er það þegjandi þetta? Þetta er geggjað view. Já. Jakob! Er það í gangi? Ég held það sko. Nei, þetta er ekki að telja. Ekki bara segja... Start, stopp. Ekki bara segja þess að það var glimt að eita og playtaka ná. Það var bara svona mestur ítalið. Ekki bara start, stopp hérna. Já, þú er alltaf... En, byrju. Fyrstu það. Hvernig zoomar maður? Maður gera svona pro. Svona sér skora. Zoom hérna. Fokkum þessu upp sér. Sérðu eitthvað? Já. Það að fara á svona. Ég fer svo niður að... Andskotinn. Ef ekki bara fara niður eftir og bara... Við erum að þannig maxa á að taka hálfleik sko. Við setjum bara einhvern annan í þetta. Já, ég veit að þið fyrir minna á hvað sem er. Já, þeir eru búin að 20 mínútur eitthvað, það bara skipta þau. Já. Svo geta líka einhver sem meiðist, hann getur bara komið í það. Á 20 mínútum, heldur eitthvað meðist á 20 mínútum? Nei, þú veist, á eftir. Er það blautt? Þú náttúrulega sér þetta skjáin, þá getur bara stýrt þessu. Það er ekki ljúga sko, þetta lið hjá lúkar ekkert. Sterkast ever? Nei. Nei, svona það sko. Það er ekkert Tarzan á miðunni sko. Lilla bróðir mér sagði sko... Gæna, hann skoraði bara. Hann var að senda markmann og skoraði. Lilla bróðir mér þekki gæna sem er Beltið? 0-5 eða eitthvað. Hann sagði að þetta var easy sko. Nei. Já. En það sko býði í Bólungavík stóð þetta með og það er ekkert alltaf margir sem spila fótbolta í Íslandi sko. Því ég er í Bólungavík. Ég gætt einu svona mótum í 15 ára. Í B-lið. Ég hef aldrei spilað fótbolta. Heldur töpum með þessu? Það er stóð. Já, þetta var B-lið, það var alltaf svona skítið leið, alltaf B-lið á þetta A-lið. Jó. Þetta er nýja þingið, það er það besta. Það er ekkert yfir blíðið á Nei, það hengi. Það er besta frá þér. Já, ég kom með leið á basicinu sko. Með frostinu. Já. Þegar ég er að taka upp það. Skiptir ekki það. Skiptir ekki veli. Tölum bara í svona góðu eða svo bara.
Þú vissum að það ekki verið að taka upp? Það ekki byrjað núna bara? Jú, byrjum núna. Menn. Við það? Ég skal vera nefn. Já. Það er verið að taka upp? Já. Eða þú veist, streymið í gangi. Ég veit ekki hvort það hljóð. Ha? Já. Ég veit ekki hvort það hljóð. Komiði marg, blessuð og sæl og verið velkomin. Beina útsendingu á leik K.A. og Harðar frá Ísafirði. Friðbert heiti ég og verð með ykkur hérna í kvöld. Hann Jakob Jóhann er líka hérna með mér. Hann er aðeins að græja myndavélina en hann kynni sig hérna þegar hann mæti til leiks. Það er spurningum að rúlla bara yfir byrjunarliðin á meðan hann Jakob kemur. Sjá. Byrjum á liði Harðar. En í markinu er Jón Guðni Pétursson. Svo erum við með Jóhann Samuel, Súvat Tjamran, Gabriel Heiðberg Kristinsson, Guðmund Kristinn, Einar Óla, Sigurd Arnar, Ragnar Berg, Felix Ræn, Dagur Eli og Mattias Harald Skott. Á bekknum eru þeir síðan með Andrés Hjörvar, Magna Jóhannes, Harald Jóhann og Jósef Hermann. Þjálfari Harðar í dag og vonandi næstu daga er hann Axel Sveinsson. Og þá að liði K.A. Í markinu er hann Hrafnkell Ægir eða Keli eins og hann er best þekktur. Svo er það Ólafur Sveinmar, Þór Reiðsson, Gunnar Þór Hilmarsson, Guðmundur Arnar, Sindri Hrafn Jónsson, Karl Viðar Magnússon, Brynjar Barkason, Gunnar Már Þórðarsson, Pétur Gunnar Rúnarsson og síðastur en ekki sístur Egill Örn Atlason. Og á bekknum hjá K.A. í dag eru þeir Alexander Snær Einarsson, Jóhann Eiðsson,
Aron Hólm Júlíusson, Daniel Freyr Ólafsson, Ingvar Björgvinsson, Aðalsteinn Ingólfur og Þórður Örn Jónsson. Blessaður Jakob, Já. velkomin. Takk fyrir það, Friðberg. Ég mættur. Allt komið í lag. Allt komið í lag. Allt komið í stand. Þetta er búin að lesa upp liðin. Herru, það er komið mark. Nei, það er líka Hver Ég misti með þessu. Já, hann hoppaði enginn. Tjúla. Það er einstar í bleið Hver skoraði? Það var smá tæknilegir örðuleikar. Við vorum að græja. Ætli þetta hafi ekki verið okkar maður Guðmundur Arnar? Mér sýnist það. Hvernig hann skokkar tilbaka. Já, hann skokkar eiginlega ekki svona aggressíft tilbaka. Nei, og maður sér bara kassin er úti og hann greinlega ánæði með sjálfan sig. Herru, nú þarf ég að... Hvað nú? Við settum töflun í gang. Jú, ég setti töflun í gang, en við þurfum Hentum marki líka. Já, Hérna, skor, hvað er það? búm. Frábær byrjun hjá KM-mönnum. Við vorum því miður hvorugir að fylgjast með, en það var eflaust gullfallegt mark. Þið áhörfundur sáu það náttúrulega, en við mistum að því. Það gengur að gerist. Þetta er svo snið. Já, þú varst búinn að lesa yfir byrjunarliðin. Jú, en þú ert auðvitað Ísverðingur uppalinn, Já. þannig að þú þekkir þetta harðarlið alveg inn og út. Já, það er hægt að segja það. Veist það sem áhörfundin veit ekki, eins og þeir segja. Nei, svo segja, ég hef spilaði nú með nokkrum manna. Já, kendi þeim. Kendi þeim það sem þið kunna í dag, sko. Ef þið hefur hlustað meira á mig, þá hefðu þið svolítið verið komin aðeins lengra. Já. Og hefur kannski bara ekki flúið í Hafnarfjörðinn. Já, og síðan líka það. En spyrnan góð, Egill með skallan. Og ekki Gummi að fara að skora annað markið. Hann er æstur í það. Sindri hana með chipun á fjær og þar er Pétur Gunnar. Gunni vinnur skallaboltan. Og þeir flengja þessi burtu. Boltinn hátt upp í loftinu og endar á höfðun á Pétri Rúnari. Sindri sterkur. Sparkaði andlita. Þú skilja bara boltanum strax aftur. Já. Gunni er öflugur. Hvernig heldur það að vera í sérna? Sterk byrjun hjá KM-mönnum. Það verður þeitt. Mjög sterk. Sali hefur greinilega hendi góða motivational ræðu fyrir leik. Hann er þekktur fyrir þær. Já, eins og sannarlega, sko. Minnst ég heyra svo mikið í andartræknum mínum. Ég er svona að hugsa að anda. Já, ég gerir það líka, sko. Mér finnst það óslega pyrrandi. Ég er alltaf að pæla að passa með að anda ekki á mikið í mækinn, sko. Já, bara sérstaklega ég var einn aðan að lesa upp liðin. Ég andaði ekki. Ég bara fór bara eins rætt yfir liðin og ég gat án þess að anda. Býtið, prófa að anda. Vá, þetta heyrst svolítið hátt. Já. En, aftur á leiknum. Pétur. Vonandi tryggbræða engan. Nei, nú er ég búinn að svona fá áhörfundur til að hugsa út í andartræknum. Það er hrikalegt. Það er ekki spes. En við erum öll komin inn til að hafa gaman. já, föstudagskvöld. Föstudagskvöld. Lengi byggarinn. Vonandi er fólk kannski komið í glas heima á sér. Já. Svona þeir sem drekka. Hinnir bara í Pepsi eða eitthvað. Pepsi Max. Pepsi Max Lime. Ég er meiri Pepsi Max Cherry maður, sko. Já, ég fékk mér svoleiðis daginn. Djöfull er það gott maður. Mér finnst það nefnilega ekkert sérstakt. Æ, ég er lágt. Típist þú að finnast það ekki gott. Ég er mikill Pepsi Max Lime maður. Enda eltið þú bara almúan svona. Já, sko málið er. Þegar það var náttúrulega þvílíkt vinsælt þarna fyrir svona ári, eða ekki? Jú. Þá dældi þessu í mig. Aldrei verið mikill Pepsi Max maður. Mér fannst þetta geggjað. Já. En nú er ég komin með ógeð að því og ég held mig bara frá þessu. Já, ég skil. Og ég er ekki mikill gósmaður, sko. Nei, það er ekki með helgur. Dagur uppvolta, hann getur skotið. Já, við sáum það áðan í uppbytun. Hann er með flottan fót og Gunni skruggufljótur. Það er enginn að fara að ná honum. Hann er farin af stað. Hann stingur bara einu Hann fer alla leið. Og hvað gerir hann? Hann sendir hann fyrir. Sindri hittir ekki boltan. Þvílíkur sprettur hana hjá Gunnari. Þvílíkur sprettur maður. Slipa tvisvar. Ég er ekki frá því ef að Gunnar myndi bara taka þátt í einhverju 100 metra sprettlaupi. Það er ekkert margir á landinu held ég, fljótar en hann. Nei, þegar þú segir það, sko. Miðað við hann hefur engan held ég bakgrunn í frjálsíþróttum með hann eitt, svoleiðis. Hann er ótrúlega fljótur, sko. Þetta er ekki heimskuleg pæling hjá þér.
skráum á næsta mót. Hann tók þátt í einhverju sprettlaupi á úlingalansmótinu, veit ég, þegar hann var ungu pjakkur og þar lenti hann held í öðru sæti. Jesus. Og þá var hann að keppa móti krökkum sem að höfðu æft spretthlaup, sko. Djúl, það pirrandi maður. Já, Það er að æfa allan veturinn. Svo kemur einn rauðhærður bara og skilur þið eftir í reikinu. Ég heldur að það er líka verið pirrandi að hann var ekki rauðhærður, en Það er samt meira pirrandi. er það meira pirrandi? Já. Já, kannski, ég veit það ekki. Nei, ég segi það. En K.A. með boltan. Gunni fer í þrýningin. Þetta er vel gert. Sjá þetta. Pétur, Sjá þetta spil. boltin endur á Sindra. Sjöfut er ég ánægður að sjá Sindra bara upp á topp. Með aggressíva sendingu. Já, hann spilaði upp á topp í síðasta leik. Já. Og stóð sig ágætlega. Hann er svona, hann getur verið alveg target striker, sko. Svona, já, nákvæmlega. Kraftmikill og hann fastur fyrir. Það kemur Einar Óli. Með háan boltaðinu upp. Kalli með hörkutæklingu. Alvöru tæklingu. En missir hins vegar boltan. Sigurður Arnar. Finnur Dag. Sem að finnur Súat. Súat, ég kannast við þetta nafn. Súat Tjerman. Já. Ég held að það sé búið svona fram. Já. Hann er sko algjör meistari. Það ekki? Jú. Það hlýtur að vera. Því líku topp maður. Við vorum fínir vinnir, sko. Já. Fósturpappans Gulli á peysunni er einnig meistari líka. Gulli á peysunni? Er hann kallaði það? Já. Var hann alltaf í peysu, eða? Örugglega, ég veit ekki hvaðan það kom, sko. Hefði Gunni með langan bolta sem Gunni ætlar ekki að spretta eftir. Vill nýta orkunni í eitthvað annað. Gaman að sjá Axel Sveinsson hérna á hliðalínunni, virkilega metnaðarfullur. Já, ungur og efnilegur þjálfari, ekki hratt. Mjög efnilegur. Fættur 194, hefur að fara með rétt mál. 95 jafnvel. 95 jafnvel. Mér minnir að ég hef séð það á skýrslunni. Já, eitthvað í kringu það. En Dagur vinnur bolta með flotta sendingu hérna upp. Þóriðsson er fljótur, hann nær honum. Þóriðsson er mjög fljótur. Og vinnur aukaspunna. Þetta var vel gert hjá Þóri, hann var hann aðeins út úr stöðu en hann er fljótur að vinna upp með hraðanum sínum. Guðmundur, hann átti afmæli fyrir nokkrum vikum, hélt gott deiti. Hann svona búningapartí og hann var einhver karakter hann úr High School Musical. Og hann var alveg sko stjörnu villust allt kvöldi. Bara, ef ykkur setti á eitthvað annað lag, High School Musical, þá var hann bara brjálæður. Þannig að það var bara að spila High School Musical allt partí. Bara eitthvað hans afmæli. Já, hann náttúrulega stjórnir þessu. En ég held að hann hafi tekið hana Breaking Free, Zac Efron, svona 17 sinni. Hann var bara öskrandi hana. Það er svo gott lag líka. Það er reyndar fáránlega. En hérna sjáum við Sindra. Kemur með góða sendingu Egill með touchið og skotið. Rétt framjá. Boltinn er endaði leik. Gunnar dregur hann hérna. Tæft var það. Og Gunnar með Bjarkar með góðri tæklingu upp. Felix var að sleppa hann í gegn. Brynjar finnur Egil. Þetta er fallega spilað og Þórir er farin af stað. Einhverju komið sér inn í bóksi. Ekki góð fyrirgjöðana, en Egil fær. Já, og Gunni! Hann skallar þetta inn! Nei, þetta er Pétur. Hann er að dæma aukaspinnu, eða ekki? Það? Já. Nei, Nei. Hann dæmi bara mark. Pétur Gunnar er að koma að káfa í 2-0, síns mér. Já, hann er ekkert... Hann var fyrir ykkur njeskjana. Hann var ekkert mikið að fagna þessu. Nei, hann meitti sig eitthvað. Sko, ef þú skora mark, þá fagnar því. Já, saman þú meiðið eða hvað það er, sko. Já, þú bara stendur upp og tekur trillingin. En vel gert, samt sem áður.
virkilega góðu bolti hann hjá Agli. Það er óþægilegt að fara svona upp í skallaboltaði markmann. Já, ekki vita, hann náttúrulega veit ekki hvað er að gerast fyrir aftan sig. Hann bara sýndi mikið hugrekki og kjark. Mikið. Mjög mikið. Vel gert hjá Pétri. Ég vil sjá hann fagna næsta marki. Góð byrjun hjá knattspyrnufélaginu á Ásvöllum og Kalli leggur hann þægilega fyrir einhvern. Það var það Gunni. Þetta er staða sem að ég viðurkenni ef ég var í bakvörðun, ég væri með kúkinn í... Þekktur fyrir að vera hraður. Sjá hann Einar Óli, tekin úr umferð. Gunni með góða fyrirgjöf á Sindra sem að skora bara. Þetta er allt og einfalt. Eins og ég segi, ef ég væri hann í hægri bakvörðun myndi vera einn á móti Gunna. Ég held að ég myndi bara biðja til Guðs, amen, vertu góð við mig, Gunnar, takk. 3-0 á Ásvöllum. Þetta er... Við viljum nú fá aðeins meiri baráttu frá leikmönnum Harðar. Nei, ég er alveg til í að sjá eina bara... Flengingu inn í beinni. Flengingu, já. Ég er alveg í stuði fyrir það, sko. Ég voru nú að geyra alltaf leið frá Ísafirði. Hældi því. Þannig að nú vil ég sjá aðeins meiri baráttu. Já. Baráttan maður. Óli verður með skemmtilega hælspilana og ég mikið tíma Finnur Þóri, þetta er sko skruggufljótur hvað er að gerast? Einar Óli hérna inn í bóksinu. Sali greinlega búinn að drilla þetta KH-lið alveg út og inn. Sigurður Arnar missir boltann að fá sér. Keli, ískaldur. Það er einnig leikmaður sem er virkilega góður, búinn að glíma mikið við meiðsli á vellinum. Hver? Sigurður Arnar Hannesson. Já. Þú ert auðvitað liðsstjóri í þessu KH-liði. Já. Hvernig hefur verið að mæta á æfingar? Já, ég mætti á 2. Já, hvernig finnst þér svona stemmingin í liðinu? Það er fínasta stemming, sko. Eða það ekki? Jú. Og náttúrulega bara markmið að komast upp, ekki satt? Herðu, jú. Það er skýrt markmið. Það er skýrt markmið. Við erum ekkert að fela okkur bak við neitt. Nei. Við bara segjum það hérna í beinni útsendingu með 100 manns að horfa á okkur. Já. Það er verið að leggja mikið í þetta félag og vilji til að gera þetta vel. Algjörlega. Það eru stífar æfingar og ekkert kjattaði, sko. Nei. Og mér sveiknar hann hvað hann að boltan. Ekki smissir hann yfir sig. Gunnar er komið boltan hérna. Finnur hinn Gunnar. Reyndi hann skemmtilega reyndi mistókst. Gunni, hann er klárlega leikmaður sem að mínu mati Haukanir gæti eitthvað nýtt sér. Já. Það er ekkert margir sem fylgist bara með mann sjálf. Hóru bara ána mann. Finnur Pétur Pétur ekki með, en alveg nógu og setja ykkur tilbaka. Brynjar, eða Binni eins og hann er kallaður. Sali vill meina að hann geti spilað í Pepsi. Binni? Já. Binni er hörkurspilari. Hann er flottur strákur líka. Eins og þessir drengir eru upp til hópa. Gunnar hérna mikið í boltanu. Já. Mikið að tækla líka. Pétur, duglegur hana. Þeir enda með boltan harðamenn. En Ólafur, Sveinmar. Menn eru mikið í jörðinni hérna. Já. Þórir kemur upp Berbertu. Ég leiks góð með boltan. Virkilega öflugan vinstri fót. Þetta er hörku miðja sem að Haukanir eru með hérna. Óla Sveinmar og Binna, Pétur hana fyrir framann. Allir leikmenn sem geta fengið boltan og skila hann vel frá sér. Pétur svona aðeins öðruvísi leikmaður. Hún finnst gaman að hlaupa með boltan og keyra vörnina. Gunnar leitar alltaf möguleikum, finnur hann í Pétri. Gerir þetta bara ágætlega.
Gummi. Með eitthvað tækta hérna. Snúðu. Slasa sig ekki á þessu. Þetta er skemmtilegu boltinn af Pétri og góður Egill bolti. getur keyrt inn á marki og Gunni Gunni er mættur fjær. opinn. Egill, Eigingjarn. Hann ætlar að skjóta. Með Aftur þá vinstri. var það drengur. Jón verður vel í markinu. Já, virkilega vel varið hana. Egill er frekar góður með vinstri. Þá hann sé nú réttfættur auðblæði. Þannig heyrði ég hans í honum Sindra, hann sagði sendu næst á mig hans limið. Eða? Já, Sindri er auðvitað, hann þótt hann virðist ljúfur sem lamb, þá er þetta, Það heldur stókur af því honum. já, þetta er okkur í honum, sko. Þannig að liggur Gummi Já, Gunni platar þá, alla. já, Sindri dregur hann með sér. Gummi búinn að slasa sig eitthvað. Það er nú ekkert nýtt. hann fer sjaldan í gegnum leik án þess að meiða sig eitthvað aðeins. Þetta spilar hann líka fast. Hann gerir það, skilur alltaf eftir á vellinum. Hann hefði taka stutt á hotspinnu hérna. Ólafur Sveimar er auðvöldlega fram hjá varnarmanni Harðar en kemur ekki með góða fyrirgjöf. Það er það Peter. Nýr hotspinna. Kemur spinna. Hún er ágæt. Já, Kalli gæti endað þessum. Hún er risastór. Gummi endar með boltina, skilur hún á Gunna sem að setja hann aftur inn í fínasti bolti og hann endar hjá Óla Sveimar sem ætlar að reyna að skýra hann út af. Það er hotspinnuna. Við erum á 20. mínútu. Ég langar að vera svona alveg súmari. 3-0 er staðan fyrir K.A. Eða ekki hérna? Og Ólafur Sveimar með spyrnuna. Hún er há og boltinn endar einhvern veginn ekki í markinu. Ég held að hann var leiðin ánga. Mikið klafs og ég ætla nú reynda rangstæður. Og þá koma harðamenn. Pétur virkilega duglegur hann að gera þetta vel. Kemur hún á Gunna sem er einn á súatina. Einar Óli með flotta hjálpavöð. Brýtur á sér. Hann er ósáttur. Það er gúmmi í augað. Það er alltaf óþægilegt. Láttu okkur blása í augað þér, Einar minn. Það er að vinna sér. Ég er betra að vera að horfa hérna. Allir fleiri og svo. Ég er ekki að... Pétur langar að taka þetta. Óla líka. Ég veit ekki hver mun taka þetta andanum. Mér sýnst að vera Óli bara. Óli fyrirliði. Ræður þá bara. Kannski ætlar hann bara að reyna að vaða. Þannig sýnst Pétur bara vera að gefa hann út. Skemmtilegt. Og Ólafur Sveimar með skot í slonna. Þeir beint á æfingasvæðinu. Skemmtilega gert. Hörður spila bara stutt frá markinu. Þeir að segja þetta er verið en K.A. Axel Ból. Já. Pétur er bara að reyna að skóna þess að ekkert sé. Svo að leitar af valmöguleikum. Kemur sér með slæma sendingu upp og K.A. með vinnaboltan strax. Og slæma sendingu hérna trekki á báliðum. Pétur gerir þetta vel. Pétur gerir þetta vel. Setur líka mann fyrir boltan. Inn í auðvitað. Óli Sveimar ætlar að vera snöggur og taka þetta. Taktu það. Ég vil sjá Óla bara setja Þóri hann í gegn. Það sendi ekki bara stutt á Gunna. Já. Súrat. Pikið boltanum, Pétur enda með hann. Kemur niður á Kalla. Kalli með áhuga fyrir að senda ykkur. Stórfurðulega. Hann skemmtilegt að segja frá því. Já, hvað er það? Hann
Við vorum að spila, eða Káa voru að spila á móti, hverju voru að spila? Létti. Já. Karl Viðar. Nýbúinn að fá AstraZeneca bóluefni, beint í vöðva. Varst þú? Nei, Karl. Já. Hann spilar samt leik. Hann var að fá bóluefni samdægis. Já. Hann, var bara feskur í uppbytunum svona. En svo bara eftir 20 mínútur eða eitthvað, þá var hann bara hættur að sjá. Nei. Jú. Og hann gefur eitt mark bara á silfurfati. Bara, Það er ekki slótt. Hvað segir það? Þá ælir hann því út úr sér að hann hafi verið að fá bóluefni. Baktala hörfið. Var hann bara, ég sé ekki neitt. Sali, ég sé ekki neitt. Hann var í rugla, hann þurfti að vera heim í hálfleik. Ég er ekki að grínast. Það er ekkert eðlilega að fyndi í því, en bolti kemur teginn, enda hjá Pétri. Fátt í hornið maður. Sendir hann bara markmanninn, taknaði bara með vinstri hama. En já, hann, Karl, Viðar, lifispinn, fótboltan. Sæði ekki neinum að hann var nýbúinn í bólusetningu. Já. Það var látið sig hafa. Spurning hvort hann hafi fengið blóðtapa. Maður veit ekki, er það ekki sagan með þetta AstraZeneca dót? Jú, ég neita að trúa því. Nei. Gef mér þetta bóluefni bara núna og heldum áfram með lífið, sko. Já, en er Pfizer, er það eitthvað munur á því, já? Pfizerinn? Pfizer, ekki Pfizer. Pfizerinn, það er hægt að treysta, sko, þjóðverjanum alveg 100%. Okkur eru ekki bara allir að taka það í staðinn? Það er bara ekki nóg að því bóluefni. Það er eins og það. Já, þú veist, það er allir heimurinn sem þarf að bólusetja, sko. Þannig að Já, okkur eru ekki allir heimurinn að búa þetta til? það er bara góð spurning. Er ég eitthvað Nei, þetta er líka svona spurning út í kosmósið bara? Út í kosmósið, sko. En, jú, það Þetta er góð pæling. fín pæling samt, en þú er átt að Á endanum er þetta alltaf sama helvítis grækin. Já, en samt, sko, þú er átt að því að vanalega tekur það, sko, kringum, þú veist, 5 til 10 ár að græða svona bóluefni. Þannig að þessi komið bóluefni á markað ári eftir að COVID skalla á, það er merkilegt, sko. Já, það er samt. Það er allir í heiminum að reyna að vinna í. Já, ég held það. Já, ekki það ef ég sé eitthvað sérfræðingur þá finnst mér þetta nú allt saman frekar gutt, sko. Ert þú í einhvernum samsæriskenningum? Já, ég er svolítið þar, sko. Já, hvað? Eða, ég reyndar ekkert samsærikenningar, sko. Ég er bara áttum mikið á því að okkur við vinnum ekki alls saman í þessu. Nei, það er náttúrulega peningar spila hlut í öllu, sko. Það er síðan alltaf það, sko. Okkur erum við ekki bara öll að vinna saman í að bólusýta alla. Já. En þá kom að káa mig. Góð umræða samt. Já, þetta er ágætis umræða, sko. Þetta vissum við svona menninni til að taka hana, veit ég ekki. Nei. En það má svo sem alveg En velta steinum, við erum hér með mikrofón fyrir fram okkur, þá verðum við bara að nýta það tækifæri. nákvæmlega, sko. Við erum líka ekkert að segja að við séum með svörin, sko. En ef fólk er með svörin, bara endilega leiðrétta okkur, sko. Já. Við erum ekki hættið við það, sko. En það kemur Einróli, Finnur ekkert innan fram. Jó, Finnur, Súad. Hefur Einar alltaf verið með svona mikið hár, eða? Nei, ekki alltaf, sko. Hann hefur sennilega séð hana Soyuncu í Leicester. Þetta er bara sama greiðsla. Já, þetta er reyndar nákvæmlega sama greiðslan. En hann var reyndar, hann er búinn að vera með þetta núna alveg í nokkur ár, sko. Já, það tekur líka sennilega alveg nokkur ára Já, það safna svona, sko. Til metnaður, sko. Þetta er það. Ég var eins og með sítt á, sko, á djúðisveisin. Þá kemur bolti fyrir Jón. Gerir þetta nú ágætlega. Þetta er hörkum markmaður. Hver er mættur í skúrinn? Herðu, já, erum við það, verið frammi. Heyrðu, hann datt. Hann dettur út úr skúrtu. Undir lægi með mannin. Þetta var skemmtilegt. Þetta var Hann skemmtilegt. ætlaði að bakka henn og Eigum við að vera að nafngreina hann? Nei, sleppum því. við sleppum því bara. Við skulum koma okkur Hann bara. mætti hana í, hvað kallar það, gám? En heyrðu, það er eitthvað að gerast í leiknum. Markmaðurinn týndi legghlifinni. Dómari leiksins er að segja hann að hann þurfa að vera í legghlifinni ef hann ætlar að vera inn á. Já. Þetta eru bara reglur.
Jón setur hann bara aftur á sig. Óli Sveimar, láttu vaða drengur. Fín bolti, Gummi með ágætis skalla hana. Gummi er ansi sterkur í loftinu. Hann má eiga það. Hann er virkilega sterkur í loftinu. Ég væri til að sjá aðeins meira frá Kalla í svona föstum leikatriðum. Já, Með að við að maðurinn er rúmið 2 metrar. hann getur líka alveg stanga boltanum sko. Já. Ég hef alveg séð hann gera það. Ég hef líka séð hann gera það sko. Þannig, En þetta við væri til að sjá hann að gera meira af því. já, Einar Óli mikið í að bera boltaninu upp. Súvat er hann alveg upp á Ísafirði það. Hefur já. Hefur hann ekkert mann verið í HK? Nei. Nei. Ég bara kannast svo rosalega við þetta nafn sko. Já. Þú hefur alveg spilað á mótunum sko. Já, gæti alveg verið. Bara með BI eða eitthvað. Já. Svoleiðis. Já. Ætti það ekki. Í árið er eina magna sögu að svo sko. Já. Það segir hana. Til að koti með hana. Við erum að keppa í bænum. Móti Fjölni. Ég allavega upp í Fjölnis heimili. Já. Og svo er þetta svona tiltölulega nýfluttur í Ísafjörð. Og hafði held ég aldrei komið til Reykjavíkur. Já. Og við erum að keppa bara hana og 12, ok. Klárum sóknina hérna. Ok. En já, við erum að keppa eitthvað og síðan erum við bara að fara og búin að fara í sund og svona gaman og finnum ekki SWAT. Bara finnum hann ekki. Nei. Hvar er maðurinn? Þá hafði hann sem sagt labbað frá Fjölnisheimili niður í Kópavog þar sem eitthvað frændan sátti heima og það skildi enginn hvernig anskotunum hann rataði alla þessa leið. Súvat. Hann er alveg magnaður sko. Ánægði með hann. Það var mjög fyndið sko en maður var mjög hræddur hann því að maður held að hann rataði ekkert sko. Já, það er ótrúlegt að hann hafi ratað í Kópavogi. Helgi bolti var nú reynda farin að það en áfram með leikinn segir og Egill með skoti hérna framhjá. Hann verður að klára þetta. Hann verður að klára það. Sammála ís. Fannar Óli Friðleifsson mættur í stúdíu. Já, Eigum við að taka smá, á ég að taka henni smá viðtal? já, við skulum gera það í hálfleik. Aha. Tökum það bara í viðtal, við stoppum ekkert í hálfleik. Já, tökum viðtal Haukaleikinn, Já. alls í hálfleik. Hann samþykkir það og þá var það hann Óli Sveimar sem tekur honnið. Binni hana Já, einmitt. úti. Þeir lesa þetta. Hann er bara að taka þessa háu bolta. Heyrðu. Hver klúraði, hver tók markið hana af honum? Boltinn á leiðinni inn. Tekur markið af Sindra. Gunnar bara, já, setur boltan yfir. Hvað er hann að pæla maðurinn? Hún langar ekki að Sindri skori. Já, Sindri hann mun minnast að þetta sko. Já, hann er ekki hægt að tala með það. Já. En hörður spilar hérna. Þeir eru í miklum erfiðleikum með þetta uppspil og það bombar Jóni sér bara fram. Gummi kemur svo aftur bara upp á vatarhelming. Harðar. Hann ég er með spurningu. Já, hvað er maður? Hann veist þú hvort að þetta harðarnafn á félaginu sem sagt hvort að þetta sé skipt í höfuð á okkurum herði? Kannski svolítið erfið spurning. En Já, þú sem ísferðingur þetta gæti er- kannski vita þetta. Þetta er það, held ég. En Hörður er sko kemur Brynjar með góða sendingu á Egil. Egil finnur Pétur úti, gerir þetta vel og Pétur frábærlega klárað hjá Pétri Gunnari. Virkilega góð sókn. Já, Egil með frábæra sendingu á hana út í tegin. Sindri með flott hlaup, tekur alla með sér. Pétur Gunnar aleinn klárar það. Á er að spila bara þrusu flottan fótbolta og það er nokkuð ljóst að þeim líður vel þegar myndavélin er á þeim. Og mér sýnist eitthvað bras fyrir á tölvunni hérna. Fannar kemur hérna og rústar öllu. Sjá. Erum við ekki ennþá í loftinu?
Jú, við erum í loftinu. En staðan er 4-0. Bara náum ekki að breyta því. Já, það er spurning hvað við gerum. Það er ekki að loka henni og opna henni aftur. Ég þórið ekki, það er fyrir fokk. Það er svona... Það er ekki besta hugmynd sem við fengið. Við erum að reyna að græja það og lýsa þessu hérna. Tæknumæðurinn þurfti að skjótast á skrallið. Já, það verður að gera það líka. Ég syns fann að voru fyrir sem verið að fara á kameruna. Ég er bara að síðan svo. Ég ákveður fyrir því í gangina hjá mér. Þetta er Við erum allan í loftinu. Já. Við getum ekki gert í þessu, ég meður. Við græjum þetta allavega í hálfleik. Já. Það er ekki bara... Við gerum það. En staðan er allavega 4-0 fyrir KA og það eru 35 mínútur liðnar af fyrir hálfleik. Já, þetta er haukar, já. Við reynum að kippa sér lag í hálfleik. Ég vonandi afsakið þetta bara í okkur. Já, við bætum þetta upp með mikilvæg skemmtun og góðum sögum. En þú varst með spurningu, já, með hörð og nafnir. Já. Ég er ekki alveg kláraði, en ég veit að handboltafélagi heitir Hörður, sko. Já. Það byrjaði held ég handbolta, sko. Og Gunni er hérna... Vel framfyrir varðarmanharðana. Þetta er vel gert hjá Gunna. Svo fljótur, það er alveg, sko. En Sali hlýtur að vera ánægð með hana fyrir hálfleik. Lítur að vera... En ef ég þekki Sali rétt, þá mun hann eflaust halda mönnum á jörðinni í hálfleik og ekkert vera neitt allt of mikið að klappa þeim. Nei. Þessir drengir, þeir þurfa ekkert á klappinu að halda. Það þarf bara að halda þeim á jörðinni og svo klappa þeim inn á milli. Brattið eða? Hörður er einmitt með KA í riðli í sumar. Já, þannig að þetta er fín sendingana. Þetta er alls ekki síðan skipti sem við mætum á þessu ári. Nei, einmitt. Við erum með Zoomi, sko. Það gefur góð fyrirheit á sumarið. Maður sér það samt alveg, þetta harðalið, þeir kunna alveg fótbolta. Við erum bara að spila mjög vel. Einar... Það er svona þessi bílferðaði sýti eitthvað eins liðin. Já, hvað er þetta löng kersla? Þetta er svona 5 tímar rúmlega. Já, einmitt. Það getur 70 mínútur. Já, ég get alveg trúið því, sko. Rignar í sakalagin ásöldum. Pétur vinnur ból, rennur hann. Óheppinn, en góð pressaðan af Pétri. Óheppinn að renna. En hér eru aftur komnir í ágæti stöðu. Egill gerir þetta lista vel og klára þetta, drengur! Nú erum við ekki meint að skora. Ja, sko, staðan geti verið 7-8-0. Hann er að spila vel í markinu. Hvað heitir hann? Jón. Hann er búinn að halda, ég segi kannski halda þeim inn í leiknum, en hann er búinn að verja nokkur sinnum bara ansi vel. Sammála því. Það er fólk mætt í stúkuna. Já, það er fínasta mæting. Við erum að tala um hvað, þetta eru allavega 17 manns. Allavega það, sko. Þórir leggur hann hana á Egil. Þetta er svolítið tilvíðunarkennt hjá Herði. Já. En á sama tíma eru KA-menn mjög þéttir og pressa, vel skipulögð pressa. Gunni með skæri og hann lætur bara vaða. Lítil samfæringi þessu skoti, en Binni tjekkar nú. Já, hann sé að vinnur ekki skatan, en hann næra tröflan. Falleg sending hjá Óla Sveinmar hana. Gunni með skemmtilega kappbreyku. Já. Þú voru nú að gera eitthvað við þetta. Já, finnur Binna hana sem að... Frábær markvarsla Jóni í markinu. Kýper maður. Hann er að standa sig vel bara. Frábært skotana á Binna. Gunni gerði vel í undirbúninum, fann síðan Binna hana fyrir utan og ótrúlega góð markvarsla. Jú, hlustu árið hérna nákvæmlega. Hann er
Það er alltaf Það er svo floti hjá þeim. ekki hægt að saka hann neitt, sko. Hóttbyrna beint út af hjá Ólaf. Ég verð samt bara að vera hreinskilinn, þetta káalið bara komið mér á óvart. Þetta bara, Já, þeir eru bara það virkilega vel. Já, bara frábær Káa var líka komið upp. frábær framistæða, sko. Hann getur spiluna. Kalli næra pottiboltan Það hana. er mikið klappana Ísafirði? á Gabriel, held ég hann heiti stoppið hann. Já, þetta gæði bara Ísafirði, sko, þegar hann... Takkur. Sigur Þegar að segja það, hann lesi verðin Káan, sko. Kalli kemur Skelfilegt, á Egil. Já. Það var Keli. Og vera lítið að gera hjá Kela í markinu. Já, hann er alveg ekki þurft að gera mikið. Sparka hann upp á Sindra. Skallar hann skemmtilega niður á Binna. Þetta er Gunni með mikinn tíma. Og góðan bolta. Já, það er enginn að fara að ná honum. Klára þetta bara drengur. Gunni! Lélegt skot hjá hann. Já, Verður að setja hann á marki þarna, finnst mér. já, ég er alveg sammála. En gott breyk samt sem áður. Pétur gerir vel í að finna hana. Þannig að þið viljið sjá hann bara opna líkamann, þykja skjóta í fjær, setja bara einfalt í nær. Eins og Javier Chicharito Hernández gerði oft á tíðum með Manchester United. Hann var eins og allra best í því. Opna líkamann, fá markmann í fjær og svo bara setja hann þægilega í nærhornið. Chicharito skoraði aldrei mark fyrir utan tegin. Og nú fær hann annan séns. Hvað gerir hann? Gerði hann fyrir? Já, finnur Hann gefur Sindra. Sindra núna mark. Sindri átti þetta mark inni. Hann tók marka á honum á hann Já. og skilar því bara aftur. Og staðan er orðin 5-0. 5-0 ásvöldum. Ótrúlega senur eftir 40 mínútur. Já, Talvan, ef þið eru að horfa online þá er Talvan ennþá eitthvað. Talvan, tæknin er eitthvað að stríða okkur en góðir áhörndur, staðan er 5-0 og ef þið voru bara að koma inn þá er þetta búið að vera Einstefna svolítið. algjör einstefna og Haukanir, ekki Haukanir, K.A. En þetta er auðvitað mikið til Haukastrákar búinir að standa sig virkilega vel og Það er ekki grín að mæta herði. Þeir eru harðir í hon að taka. harðir átt að taka. Aha, Eitt lið segja þær alltaf. Binni hann er ekkert mikið fyrir að tapa boltanum. Þórir hleypur átt að í marki, finnur Kela sem að spinna honum upp völlin og Óli vinnur þennan skallabolta. Ég er með skemmtilega móttökuðana, Mjög skemmtilega. keyrir af stað Haltu. og finnur Sindra í gegn Engin ástæða. og er staðan 6-0. Víti! Það er víti. Einar Óli brýtur á Sindra. Það er mikið til að taka niður. Já, hann er líka ekki maður sem fara að henda sig niður. Nei. Ætla hann vilji taka þetta sjálfur, kallinn. Ég höfður gleða, en ef ég þekki Pétur Gunnar rétt þá mun hann langa að gera það líka. Hann er líka að hlaupa að boltanum, segi ég. Pétur, hann er frekur, Hann er anskoti. mjög frekur. Og þannig að En hann Óli Sveinmar, segi ég að Óla mættur hana. boltanum. Jú, Óli ætlar að taka þetta. Já, já. Pétur, Skynsamur. já. Jómann er búinn að standa sig vel þrátt fyrir að fá 5 mörk á sig. Ótrúlegt en sagt, en þá er hann sennilega búinn að vera besti leikmaður harðar í dag. Hann kemur spilnaðan og hún er bara örugg. Já, Niður í hægra megin. Óli kemur sér 6-0 eftir 42 mínútur. klukkumaðurinn kemur því á klukkuna, en Jakob, ég var alveg til í að fá bara treyju núna og vera inn á vellinum. Já, Ég- þegar maður horfir á þetta sko. Já, Væri maður alveg til í það. ég reyndar það var einn stelpa sem meiddist á æfingu í gær, þannig að ég ákvað að vera bara með Já. og ég er ekki frá því að ég hef tognað í náran. Það varum í einhverju svona uppspili og ég átti að vera að pressa sko. Þú ert ævintýramaður. Já, ég nefnilega já, mjög erfitt með að fara í eitthvað svona sko, mér er alveg sama þótt að ég sé að spila á móti krökkum eða fullorðnum mönnum, þá bara
Já, mjög erfitt með að vera ekki alveg 100% En sko. það ertu líka einnig með mikið passion. Já, En þetta er vel spilað hérna. og Gunni gangi vel. Gunnar, Einar, búinn að vera að elta hérna Gunnar upp í allan leikinn. Og Daisy tæpi kloppi hana. Það breytir sig að sér. Hann grípur boltan. Gunni er bara svolítið að leika sér að Ísfirðingunum. Það er hægt að segja það. Pétur, hann er að fara að skjóta. Ha? Einar með astanlega varnarleik. Pétur Alvöru hlaupa. alla leið og hann fer bara alla leið og skorar 7-0. Hvað gengur hérna á? Hvað er að gerast? Þetta er ótrúlega senur. Jakob Jóhann. Ég á ekki til eitt aukatekið orð. Ég er bara alveg sammálaðið fyrir verð. Þeir sem eru ekki að horfa á hann leik, þeir verða bara að tjúna inn núna. Þannig að þeir sem eru að horfa, sendið á fólki í kringum ykkur, horfa á þennan leik right now. Þetta var reyndar full einfalt. Einar Óli gerist sigur frekar astanlega varnarleik hana. Já, en við tökum ekkert af Pétri. Þetta var Ekkert af Pétri. góður sprettur á Sammála hjá. því. Og kláraði vel. En það er alveg möguleik að við getum fengið kannski bara Sali og Rúnar til að lýsa síðari hálfleik og við bara spilum hennan Já, seinni það hálfleik. er alveg bara. Pétur klaufi hana dettur. En já, staðan er 7-0. Það er 7-0. Klukkan er eitthvað í streyminu eitthvað aðeins að klikka en ég látum það ekki á okkur fá. Við erum að græja það í seinni hálfleik. Egill fær brotið. Það er Óli sem tekur þetta. Bara setja hann í komna 45 mínútur á klukkunni. Má stoppa bara klukkuna. Stoppum hana. Og þá flautar dómarinn leiksins til hálfleiks. 7-0 í fyrri hálfleik fyrir KA. Búin að vera einstefna að marki harðar því miður. Við ætlum að reyna að græja þessa útsetningu. Lagan aðeins, við komum aftur í seinni hálfleik, ekki bara langt. Já. Búin að slökkva í okkur. Og það er máni mafía með þess. Mafía. Það kom að segja svolítið á sig. Og það var mafía. Máni mafía? Já, ég verð líka búinn að fara. Getur líka henni svona góð að fráskiptum? Já, það var ekki fyrir áleins. Hvað sé þú tekur frá mjög það? Nú er komið að þér að laupa. Það var tölulega á vakkinu. Þú ert ekki búinn að taka svona skref frá miðlífinni, sko. Ég veit það. Ég og Máni vorum að gera það. Þetta er live. Ég er auka TV. Það er að lýsa það núna. Það er á YouTube núna. Frippi, ætti að lýsa sig það? Frippi, ætti að lýsa sig almennilega? Ég er líka búinn að vera flottur á zoominu, sko. Ég er búinn að reyfið ljósina þess að... Mána sjátt á. Mána sjátt á þér á hann, þegar ég sló. Heyrðu þú til í góðu? Ég hafði hlut að það út maður. Já, ég meina það má vera passjón, en þau er bara... Nei, ég fyrir að heyra það í. Já, ég myndi líka. Já, ég... Hvert fór? Ég hafði nú komið. Það fyrir leggst á börnum, en ekki búinn að lesa það. Ekki með þessu. Hann var eitthvað meittur í nára. Nú var hann suðan. Já, jú. Þannig að þessi Danni sagði. Og Óli spurði mig hvað er leggst í? Róslega hátt á Danni hvað.
Búið til eitthvað stað með að allir voru að hlusta. Lexi, þú ert live. Svona maður. Bara Lexa Cam. Ég er ekki, allt í lagi ekki gott. Það er bara svona Rebbi! fríma. Það er eitthvað mættur að horfa. Það eru 14 á. Það er alveg slattið, sko. Það er alltaf næst, sko. Þetta eru grann 14 á Ísæðir. Þið er svona menn. Hörður Mér finnst þetta hálflegt að þeir séu ekki að fjármagni. Þú veist, að taka við leik. Já, þú veist. Við vorum bara með þetta og líka núna eftir, þannig að ég veit bara. Ég er að lýsa upp og posta segja. Hvað? Er eitthvað munur? Er eitthvað munur á milli okkar? Já. Er það ekki sama félag? Hann er líka brjálæður að við séum ekki með klefinn í vallarhúsi. Nei, í aðalhúsi. Já. Hvað klefið á hann? Segir það. Hvað var líka að fóða höður fyrir hann? Já. Það veitur okkur eins og það, sko. Það er náttúrulega pakka. Það er- Það á frekar. Já, þetta er svona búningar. Já. Ég er bara æðið þetta. Já. Ég mæti bara önnum fötum mínum og svona Já, fæmum. já. Sko í framtíðinni þá á hann að færa á hvernig fótboltan er þannig. Já, en þá ætti að fara í húsi sem verður þetta. Þegar þá fara í klefa undir stúkan, stóru stúkan sem verður hér. Já, átti ekki að Það vera er svona eins og Selfoss. Já, Það er já. mjög Selfoss. Átti ekki að vera þetta. Ég var bænum tennir, sko. Já. Rosa tennir. Það er bara alveg selfie. Nei, það verður aldrei þannig, sko. Það verður stór stúka. Það verður ekki þannig. Það verður ekki þannig. Eftir 20 ára. Jú, veist þetta ekki eftir myndir og þetta var svona hvít stúka með svona haukamerkinu. Nú er myndin hangandi upp á þessum, sko. Það er ekki brotið, sko. Fór í tölvuna. Er hún stúka ennþá, eða? Já. Þetta er bara stúka. Og grasetti þarna, einhverju 4 grasetti þarna. Já. Þetta var bara... Þetta ákveð svona hálfan myndi bara að lappa á æfingu þarna. Þetta er bara, þú veist, lega bara... Þetta er bara banku húsi og setur á andra. Þeir eiga líka allt svæðið bara. Já. Þannig að lengst. Það væri svolítið alveg lúmst slæmt að vera með völl alveg alveg. Vindur, sko. Það verður vindbjóðsum. Nei, það bullaði loft alveg neðst völlin sem var alveg í húsinu mínu. Það er loft og það fjall hlýðið þarna og sem, þú veist, þetta er svona niður, sko, frá húsunum. Nú er bara gott yfir, það var ekki gott yfir það yfir, sko. Vindur og kallt og... Með að koma þarna kort sem var svo fáránlega rignum. Já, við vorum að gera heita. Já, nú er bara, þú veist, þá var vindur líka bara, nú er bara eða loft. Gæni. Þeir eru ekki svo í skóla. Já, þeir eru ekki í Þess það að einn mann í skóla. spila inn Air Force. Það er bara þessi gæði sem byrju vest, þannig að sem eru skókar núna. Þetta var inn á núna. Þetta er til á hún finnum gæði og það var bara þroskafinn gæði, hann var á miðinni og hann bara öskra alla tíman, veikum við á hann hérna. Strákar, við erum miklu betri í föstu leikandrum, markmaður með húfu. Og svo er 5-1 undir, skoruðu 1 mark. Hvað strákar, við getum þetta, þetta er bara Haukar. Hvaða lið var það að kemja á móti? KFG. Og svo Palli. Já, sem vinnu okkur bara til 1-3 en við komumst í 2-0 og sem bara hætti við. Svo Palli hérna í þessu bækuna og hann var bara hann svona sækjum á KFG Richardið. Nei, ég var bara í þessu Það er Pall. Já, við Palli. Mér finnst svona gaman svona leikna, við erum alltaf flippa ræginn, segja það er svona kaftæði. Þessi gæi var bara þorskandi, hann var alveg bara sko. Það Og hann var ekkert að grína, það var ekki flippar sko. Var hann með svona frekar stutta, Já. eins og næstu í skauðlundir. Frekar gammal. Tómas eða nei. Þetta er, þú veist, hann er vinu Sippa, þannig að vinna bygg. Það er ekki frændi. Það frændi að vinna með hann, þessi gæi var bara, hann var eins og hann var einhvern, ég held að hann sé að Það var eins og hann var í glasi. það var ekki eitthvað svona flippar, eitthvað svona, það var bara þorskandi gæi. Þeir voru nokkur svona þegar við spilum um þetta. Síðan 5 mínútur, það var rangstað og dómarinn hlauti hans að nei, koma dómari, leið okkur aðeins að fara í kontakt. Óli það var rangstað. Kontakt?
Þetta var bara, ég var hérna að horfa á því, ég var að deyja á hlátri og hlusta við að það var inn á hverja einustu víðum. Hvað varst það ekki að spila? Nei, Þess vegna settir við og Jóa á leikskýrslu. ekki á Haukum. Það er ekki að Haukum, ég er bara að hérna. Já, ég veit það. En ég bara... Nóri Fyrirli. En það er ógíslega Ég er að kela í viðlega. Villi, hvernig er það bara? Þetta er... Var, Jói, Aron, Otti, Lexi, Danni... Hver er það? Róli. Er hann það bara? Ég skil ekki að Gunnar Þór inn, en hann ekki... Nei. Strákar, ekki týna mig boltan hér. 8 boltan voru hér fyrir utan keppnis. Hvað með boltan að leikurinn að koma? 8 boltan fyrir utan keppnis. Herri, ég er alveg komin. Ég er búinn að vera allt og leikið á ásvöldum og ekki og ég er búinn að reyja mig, sko. Herri, Ekki fara! Ég nenni ekki klára lengur en ég er að gæta það. Ég er að spila. Hver er Binni? Er hann innan? Það er gott að. Það er geggjað, mörgmenn. Það er bara vanjulega ekki. Jú, ég ekki smakna henni. Ég kúast bara á öllu, þú veist, jarðarberapróteini og súpuna. Hvað kaupir það? Það fekk sér þetta í vörglassu. Já, sjálfsagt. Nei, það er ákvæmslinni í Já, vörglassu. ágrið. En þetta er til þetta í krónunni. Já, ok. Er þetta ekki hvað þess? 50 grömm prótein eða svona, svo er þetta. 40 eða 39. Já, ég keypti mér þessu svona í Englandi, svona jarðarberaprótein. Það var... Ég keypti mér kúknið krím og það var 40 og svona. Þannig að í sjálfsalunum við Rýbúk. Já. Það var sko... Já, Rýbúk var það skrítið sko. Ertu í Rýbúk núna? Nei, já. Þetta er ekki bara ásvöldum. Jú, ég var bara... Strákar, Já. þið veit að það heyrist í ykkur. Það. Þið er að tala. Nei. Jú. Er þið nokkuð náður að segja eitthvað þægilegt? Já. Bara um hörð. Ok, en það er samt í... Er ég að mjúta þetta? Óli, þú tekur það. Nei, ég er að fyrst í mig, kannski sverðið. Ég er líka að fara, Nei, kannski þú verður að vera smá sko. Ok, smá. Ég er bara að fara einn að pissa, sem Já. ég get ekki... Heyrðu, það er... Ja. Já, 3 skiptingar. Heyrðu, komum við í sæl og verið velkomin í seinni hálfleik á Ásvöllum. Jakob heiti ég og verð með ykkur inn í seinni hálfleik. Með mér reytið mikli meistari Friðbert Bjarki. Já.
K.A. gera 3 breytingar á liðinu sínu. Inn á koma Alexander og Alli Aðalsteinn og einnig kemur Daniel inn á. Út að fara Gunnar, Pétur og hver? Nú þurfum við að hugsa kallum minn. og skal ég segja þér Þetta fer að koma hjá okkur. Sindri Hrafn. Nei, Já, það er rétt. nei, Nei, Þórir hann- Eis. Já, Sindri Hreinn, einmitt, tap fyrir bakvörð. Og einnig gerðu hörðuskiptingu. Inn á kemur Já, Andrés Hjörvar og Gunni farin á ferðina. ég misti að því hver hinn var því miður, en því kannski sjá það, en því miður erum við að díla við tæknilega örðuleika og mun klukkan ekki sjást og ekki staðan heldur, en við munum Fribbi gleymdi að láta tímann í gang og svona. Já. En, Þetta er allt að gera, sko. en staðan er 7-0 fyrir K.A.-mönnum í seinna hálfleik. Rétt rúma 3 mínútur búnir að þessum seinna hálfleik. Vonandi fáum við bara fleiri mörk. Já, þessi fyrri hálfleikur var algjör einstefna K.A.-manna. Þeir spiluðu bara leiftandi fínan fótbolta. Já, það er bara hægt að segja það, sko. Og núna er ég með bækinn alveg upp í munnin. Þetta er náttúrulega... Já, ætlar að vera svoleiðis. Nei, það er kannski svolítið óþægilegt Já. fyrir þig og fólki sem er að hlusta. Þetta er ekki hægt, sko. En hérna, er ég góður hérna? Svona, Sko, ég vil frekar hafa hann lengra í já, burtu bara svo en ég þá heyri. heyrist ekki neitt í okkur. Ég held að það heyrist alveg í mig núna, sko. Já, ég var skammaður á hann fyrir þetta, sko. Aha. Já, hann sagði, Þannig að það heyrist kannski ekkert í andardrættinum, við heyrum bara í því. Ég held það. en vonandi heyrði okkur og Binni K.A. eru komin í sók. Fýtt Og bolti og Lexi er að skora. Lexi Pistachio, eins og hann er kallað. Pistachio eða Lexi Torres. Með ráða hvað ég kalli hann. Komin inn á og skoraði. Lúrir hann á fjær stöng og þetta virðist bara vera framhald að fyrri hálfleik. Staðan er orðin 8-0 eftir 2 mínútur í síðari hálfleik. Þetta lítur ekki vel út fyrir strákuna frá Ísafirði. Ef þú værir að þjálfa hörð Ísafjörður núna, Já. hvað myndir þú gera? Þú veist, myndir þú taka... Ég hefði náttúrulega byrjað í 5 manna vörn. Já, en ég er að tala bara núna. En núna, Þú veist, er það eitthvað skilabóð sem þú væri að reyna að koma til leikmanna? Væri að taka bara trillingin á hliðalínni eða bara fá þér sæti og bara leiða þess að gerast, eða? ég hefði verið að... Ég væri reyndar bara rólegur, sko. Eða? Þessi lítið sem hægt er að gera, en ég hefði viljað halda þessu nulli lengur í þessum seinni hálfleik, Já, sko. ég er alveg sammála. En ég er líka sammála því, ég held að það sé lítið sem að... Lítið sem að segja núna, sko. Já. Hei, koma, áfram með þetta! Já. Þú veist. Það er svolítið taktlaust í stöðun 8-0, sko. En ég myndi bara segja að maður ekkert verið að gefast upp, sko. Já, halda haus. Halda smá haus, sko, reyna að fá sér fæst mörk á sig. Gunni aftur komið hann, leggur hann út á Sveinmar. sending. En Binni Binnur bæra hann bara þá. Hann skorar. Það er bara mark í nánast hver einustu sókn. maður er bara farin að orkina Ísfirðingunum. Já, það er nú bara svolítið mikið þannig því miður. Þetta lítur ekki sérlega vel út. Þetta eru menn sem eiga fjölskyldu. þú veist. Já, ég held að þeir þurfum bara að fara að slaka á hérna K.A.-menn. Já, sýnir smá miskunn. Nei, maður gerir það svo sem ekki það er bara vanvirðing, held ég. Já, er það ekki. En hann eina sem að þeir geta gert er bara að halda fram að spila fótbolta og hann já, bara halda áfram, sko, það er ekkert annað hægt. lífið heldur áfram. Já, það er nú einu sinni alltaf hannig. En þeir hljóta nú að geta múrað eitthvað aðeins fyrir. Nei, vilja nú ekki að það endi hérna í 2 stafatölu. Já, sko eigum við að fara að reikna eitthvað hvernig þetta myndi enda ef þetta heldur svona áfram eða? 14-0. Aha.
Hann skráir að sjálfsmark, heyrðum við eitthvað hérna og við erum löngu búin að missa því hverjir er búin að skora hvað og svona þannig við getum bara hort á það allt í endursýningunni ef ykkur langar að sjá það. Já, en staðan er sem sagt 9-0 og hann áhörður eru alveg að missa það í stúkunni. Sjá, Sveinmarinn. Ég trúi að núna fara leikmenn svolítið að hrynja niður þegar herði, sko. Já, sko, myndi maður ekki bara segja, þú veist, það var típist að ykkur myndi fara að tókna í hana lærinu eitthvað svona, coach, sub me off, takk. Já. Læriði farið. Nú er ég bara alveg búinn, sko. Já. En smá lífina í sigri. Já, þetta var held ég, nei, þetta var ekki dífa með við viðbrögð Gumsalings. Egill, hvað getur sagt Egill? Hann er Minecraft lúði. Já, hann spilar Minecraft hvað, 5 tíma á dag, hef ég heyrt. Hann er svona tölvisjúkur, sko. Já, ég mitt, sko, ég var eitthvað aðeins að prófa Minecraft. Fór að spila með Agli. Og hann, sko, hann er alltaf að drepa mig. Alltaf bara að leggja mig í einelti. Ég heyrði líka góða sögu til að þeir drápu hesti. Þeir drápu hesti minn. Og hvað fekk ég tilbaka? Svín. Ég fekk svín sem hétt Máni, eða ég skýrði svíni Máni. Og mér þótti ekkert eðlilega vænt það svín, sko. Og hvað gerðist þá? Svínu var fokkin drepið. Og ég er ekki ennþá búinn að ná mér. Ég trúi því, sko. Og við, þú veist, við héldum jarðarför og... Já, hann fallið það. Það var mjög tilfinningaþrungin stund, sko. Já, ég get alveg trúa því, sko. Ég brotnaði niður. Ég brotnaði niður. Fann það. En nóg að því, sko. En já, bara blessu sér minning hans Mána og... Já, varðveiti blessu sér minning hans. Eitthvað. En það var að Gunni komin hérna. Hvað ætli gerist núna? Hann heldur þessu inni og... Nei, hann heldur þessu bara ekkert inni. En já, Hörður, það er handboltafélag líka. Sko. Í svona... Já, ég spilaði með Herði, sko, í handbolta. Í 2 tímabil. Eru þeir með meistaraflokk? Já, þeir eru núna... Í grillinu? Já, þeir eru bara veldig búin að vera eitthvað góðir, sko. Ok. Sem að kemur... Kannski óvart. Það er heldur erfitt að halda úti... Já, en það er auðveldur að halda úti handboltafélag heldur en fótboltaliði. Já, það er nú það. En þetta er svona meiri fótboltabær, sko. En þá kemur Torres að reyna einhverja krúsítúlur í sali. Ekki sáttur með þetta, trú ég. Átti bara boltan í markið. Þessi Snorri Már Jónsson sagði að... Bara fjær fótur nær hon. Þetta er ekki flókið. Engar krúsítúlur núna. Við höfum engan tími í svoleiðis. Staðan er ekki nema 9-0. En hann að... Já. Það er einhvers að búið kælingu. Fýtt bolti. Felix á sprettinum. Gummi fljótur. En þá í High School Musical gírnum síns mér. Já, hann var breaking free þannig frá svona menn. Það er skipting. Inn á kemur Haraldur Hannesson. Já. Og út af kemur Súad. Súad er að skarta hörku móttu hérna. Já, hún er sexy. Hún er það. Og Haraldur Hannesson er einmitt bróður hans Sigurðar Arnar Hannessonar. Já. Gaman að sjá bræðurinn inn á. Báðir er mjög flinkir í fótbolta en þurft að glíma við mikil meiðsli í gegnum ferilinn. Það er aldrei gaman. Það er steinkast. Sigurður Arnar er ekki sáttur. Pabbi þeirra Hannes er líka algjörmeistari. Hannes í peysunni. Nei, það var Gulli á peysunni en... Það var Gulli á peysunni. Mikið að svona viðurnefnum hann á Ísafirði.
sko, já, hjá þessari kynnslu, svona pappar okkar, sko. Já, þú fékkst aldrei neitt svona Nei, Kobbi. það var lítið svona hjá okkur, sko. Það var svona hjá þessari kynnslu, pappa okkar, sko. Já, pappið þinn, er hann með nickname? Hann var með eitthvað, sko, maður bara líka var. Vígarlegi. Það hefur verið eitthvað svona svakalegt, sko. Þetta er vel spilað, en léleg sendingan hjá Lexa. Kalli. Takkina uppi og allt, heppinn bara þarna. Ekkert að spara sig. Dagur var að bíða eftir hlaupið frá bakgrunum sem var aldrei að koma, ósattur hana skiljanlega. Já. Hann Dagur er einmitt, sko, Chelsea-aðdáandi, eins og ég. Og það er svo líka. Það er smá Chelsea menning greinlega á Ísafirði. Eða hvað? Já, svona með að við, sko. Komið með góða sendingan á Kalla og Kalli fer hann að stað. Gefið það bara boltan, Hann ætlaði í eitthvað svona Jæja Túre ævintýri. Haraldur finnur bara Dag sem skilur hann á Hjörvar. Og Óli les þetta óöppin. Þetta eru skemmtilegir sokkar að herri. Þeir eru það, þetta er svona eins og Hvar er Valli? Já. Hvar er Valli stíl yfir þessu? En þá kemur Gunnar með mikinn tíma. Góður bolta. Bolta! Frábær markvarsla Jón, en Ólafur Sveinmar tekur sitt eigið frákast og staðan er orðin 10-0. 10-0 ásvöldum. Þetta er, já, þetta er ótrúleg frammistaða. En já, ég er að gefa ykkur gulspjöld hérna á töfluna. Svona. Gulspjöld í boði Múrbúðarinnar. Múrbúðarinnar þá? Já. Ef þið vantar múrblöndu. Múrblöndu. Þá geturðu farið þangað til dæmis. Allan fjandan þið vinnið allt þar. Og málingu. Það er held ég að kaupa málingu þannig líka. Hæ? Mér vantar þetta að kaupa málingu. Þá ferðu reyndar í húsasmiðina. Kaupir jötunmálingu. Mér vantar sko hvíta málingu. Já. Hvað ertu að vera að mála? I learned the hard way að hvít málingu er ekki bara hvít málingu. Nei, þú verður að blanda smá svart í hana. Það hefur líka voru til svona 1000 tegundar af hvítri málingu sem er galið. Það er til egghvít, málingahvít. Snjóhvít. Já, þetta er neymit. Endalega sko, það er alveg óþolandi sko. En ég þarf að mála eina súlu. Súlu? Hún var náttúrulega leigusalinn sé ekki að hlusta, en ágæti spæling hana hjá Sindra og Jón ykkur skólefi, en Rángstad og Alexander. Já. En já, ég þarf að mála eina súlu heima. Já. En þá ertu ekki að kaupa neina veggjamálingu, Nei. Þá ertu í súlumálingu. Það er nú að þróast þannig að sko Hörður er ógeðslega góður. Hún er svona öðruvísi, þegar maður þarf að mála hringinn sko. Já. Það má hún ekki speglast frá þessu veggjamalingin sko. Já. Er hún mikið að speglast? Já, hún er alltaf bara að speglast, hún er bara að flötin vegg sko. Já, ég veit ekki alveg. Nú ertu að tala með raskarinu. Felix hérna er mikil bátu og lættur, það bara. Það er hotspinna, eða aukaspinnu, nei, hotspinna. Tæknimaðurinn segir allt sé ok. Þeir sem voru að koma skjánum, það er rúmar svona 13 mínútur búnir á leiknum, 14 mínútur. Leiknum? Já, nei, á seinni hálfleik, fyrirgefðu. Og það er 10-0 fyrir K.A. Já, heyra hana. Við erum að glíma við tæknilega örðuleika og því mér sést ekki tímataflan á skjánum ykkar. En þið sjáu það sem skiptir málu, það er leikurinn. Það er nákvæmlega þannig. K.A.-menn búin að vera virkilega öflugir inn í kvöld. Hörður er ekki búin að sýna mikla mótspyrnu. Nei. Í miður. En það er nú einu sinni þannig að þú spilar eins vel og andstæðingurinn leyfið þér. Og það er bara frábærlega vel orðað hjá þér. Gunni. Flott sending á Gunna. Það finnur Binna hann úti. Það er búin að vera því líku basla með Gunna. Binni með lélegt skot. Ná að gera betur að veita. Þá var að koma tvöföld skipting og rándýr skipting í þokkabót. Byggmann nr. 21, Ingvar.
og leikmaður nummer 24 Þórður koma inn á fyrir Sindra Rafn og Karl Viðar Magnússon. Flottur leikur á þeim báðum í dag. Já. Hún standa sig vel eins og allt liðið einnig. Kalli pirraður út af, hún langaði að skora veit ég. Já, það bara fínt að sýna smá karakter. Það alltaf gott ef mönnum langar í meira. Danni færi sig í hafsendinn og Ingvar fer í vinstri bakvörðinn. Stór vinstri bakvörður. Danni fer bara í hægri bakvörð. Þeir eru náttúrulega báðir letti. Herðu, hver andskot? Ég ætla ekkert að gera þetta. Betur að opna fyrir að glugga hérna. Þá ætlaði að sparka langt. Jón. Já, þetta er Eilin skalla hana í gegn og Lexa. Hörður hittir ekki boltan. Hjörvar. Já, nált í það. Mjög nált í. Myndi að það var eitthvað hár. Já. Hjörvar er algjör meistari. Já, ég sé það á honum. Fæddur 94 held ég. Það er enn og aftur Sveinmarinn sem tekur spinnuna. Gummi að fara eitthvað vittlust óvægilegt. Vertu bara í vörninni, kjániðinn. Þarna kemur boltinn. Beint á Danna. Það er að teygja sig smá í hann. Já, það er erfitt. Hann spilaði stutt. Óli Sveimar vill fara bara í háa pressu og hann langar í fleiri mörk. Kortir. Já, Danni vinna þennan. Danni brýtur nú bara af sér hann. Já. Þetta er sennilega eitthvað hávaxnasta bakvarðarpar sem að skarta hérna. Þeir báðir sennilega vel yfir 1,90. Já, það var eitthvað svolítið. Skemmt. Það var aðeins meira en það var samt eitthvað bara ógeðslega fljótt sko. Já, var það ekki fyrsta bara strax á Og Davíð 20. annari getur spilt boltanum. Sko markið sem þeir fóru fyrsta, Og er hann aftur. það var sko aukaspinna, bara eiginlega á Það búið að miðjunni. snutta beint í lappinu á Dodda sem að tekur hann niður, gerir þetta bara vel. Gæn hamra Binni, hann bara. Gunni fann á stað, hann er ekki að ná honum. Já. Svo Jungu nær að pota hann í boltan. Krakla svo Jungu. Gilda við þetta. Var Óskari með? Nei, Óskar var Hver er markið? þetta Hlynur. Ég er ekki ennþá komið mark í meistaraflokki. Ekki. Það hefði nú verið kjörið tækifæri að spila hennar leik og næla yfir mark. Já, það hefur kvitt ekki fyrir. En já, staðan er 10-0 fyrir KA og það eru 17 mínútur, 18 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Og ég er svangur. Þú ert svangur og reiður. Hvað ætti ég að hafa mér að borða á leiðinni heim? Það er góð spurning. Það fer alltaf að loka núna, eða ekki? Jú, ég kíkja bara sennilega á N1 og kaupi mér eitthvað. Pulsu. Pulsu með chili, hana, chili kettara. Wow. Og Já, það er þetta geggju tómatsósa. Já. Og hana pilsu sósan líka. Hún er góð, þessi makar það. Nei. Hún er mjög góð, sko. Það er svona ljósós, eða ekki? Jú. Ég hef ekki ennþá prófað hana. Óli er komin í gegn. Hann er bara komin alveg í gegn, fer bara fram í markmannunum eins og ekkert sé og skora bara. Þetta er einfalt, mjög einfalt því miður. Þá er staðan orðin 11-0. 11-0 fyrir KA-mönnum inn á Ásvöllum. Ég náði þegar Ekki bara kalla þetta sal í masterclass. Jú, það er nú bara held ekki hægt annað. Og hann er einmitt að undirbúa 2 skiptingar. Inn á Jóhann Eiðsson að koma á Aron Hólm, númer 9 og 10. Út að kemur Egill Örn Atlason og Gunnar Már, frábær framistæða. Það er svona alveg hægt að segja það, Gunnar sem maður leiksins inn í kvöld. Já, hann er búinn að vera illviðráðanlegur. Já, við getum alveg að gefa honum það. Þó að mikið sé eftir. Vonandi er Ígor bara að fylgjast með. Já, það er vonandi fyrir hann, eða fyrir alla, hann er allir búin að standa sig virkilega vel. Það er spurning bara að skipta liðinu út, fá þessa menn í
Haukana? Já, með framstöðinu setna áleikja á Haukum á hann. Já. Hún var nú ekki svona slöka eitthvað. Eða kannski. Nei, við erum vanir að tala bara frá hjartanu. Já, það er bara erum ekkert að skála hlutunum. Nei, menn geta bara verið reiðir ef það er sem þeir vilja, sko. Já, við erum með þarna breitt bak og þykkan skráp og við getum alveg tekið. Þið þurfið ekki að hafa ágjörð að því, sko. Nei, bara látið að heyra ykkur misbúar eitthvað. En staðan er 11-0 fyrir KA og það eru ennþá 25 mínútur eftir þessum leik. Hvað var það? Sem er mikill tími. Mjög mikill tími. Fyrsti leikurinn í Fram. Ekki með langu bolti. Já, hann spretti. Það endar þó á Dodda en Sigur vinnur boltan, gerir það. bætir sannlega bara vaða. Hún hlaði skotið og skýtur bara í liðsfélaga hann að Við ætlum alltaf með þetta. Sko, nú langar við bara svolítið að tjekka á því fyrir forvitnis sakir hvernig leikinn hafa verið að fara hjá Herði upp á síðkasti. Sko, já, það er þetta bara að skráða hérna úr Íslandsmótinu, en þeir eru ekkert að tapa þessum leikjum sem eru að spila mjög stórt, sko, þannig að ég veit ekki hvert ég er að fara með þetta, sko, en bara þeir eru ekki vanir sem sagt að tapa svona stórt. Þá er Egill Örn Atlason mættur í sætið. Hvað segir Egill? Ekki? Egill mættur í setti á Komin í nýja takkaskó. flott frammeist af þeir í dag, Egill. Ekki bara sáttur með þína frammeistöður. Nei, það er marg, sko. Þú skoraðir Þú skoraðir ekki. Það er hrikalegt. Það er nú ansi lélegt af þér. Og fyrir það máttu skammast þín. En það þurfti bara aðra að sjá það í dag. Lexi, hann lagði upp 9 mörk, heyrði ég. Það er nú bara helvíti fínt. það er ágætt. Og hann kemur sendingin inn í tegin og dettur hérna á Lexaran sem var ekki alveg viðbúinn. Það var það, sko. Já. Og það er mark. Jóhann Eysson á réttum stað. Hver annar? Hann veit alveg hvað netið er, hann Jóhann Eysson. Já. Jófi, eins og festist á honum hérna. Var ekki Goran Lukic? Goran Lukic, þegar hann var að skrá, sem sagt, hann var að skrá hópinn. Liðið fyrir einhvern leik. Þá skrifaði hann ekki Jói, hann skrifaði Jófi. Ég sá líka þegar Sali var að tilkynna hópinn í gær, þá gerði hann Jóhanna. Jóhanna, við getum bara, það er þetta leikar sem maður vill með nafnið hans Jóa, sko. En 12-0 er staðan. Eins. Og Aron Hólm gerir þetta virkilega vel. Sterkur, leitar samir að finnur hann í Óla. Og Óli lætur bara að vaða. 13-0. Haltu bara festurögninni fyrir Bert. Ekki beður að skilja. 13-0. Þetta getur ekki verið gaman fyrir leikmenn Harðar og þjálfara og aðstofamenn og fyrir einhvern heim í stúku sem er að styðja Hörð. Ég náði ekki. Það eru eflaust einhverjir Ísfirðingar. Sko, ef við pælum í því. Já. Þú þarft að vera ansi lojal stuðningsmaður. Til að vera ennþá að horfa. Þú ert ennþá að horfa. Já, þú þarft að vera það, sko. Og Felix Steini bara skotið hann frá miðjan og þreyttur á sig. Líka stuttur í honum þráðurinn. Það var alltaf hérna í Kanada. Kannski er að búið að vaksa upp úr honum, ég veit það ekki. Ég væri alltaf orðinn ansi pirraður ef ég var að tapa, sko. Axel er ennþá að setja upp í eitthvað, hann er ekki hættur. Sko, það er ótrúlegt hvað hann er bara ekki ennþá mættur á bekkinn í þunglindi, sko. Hann heldur allavega andlitið. Það er virðingavert, sko. Það er algjörlega, hann er að gefa hann það. Halló. Hann heldur bara áfram að hvetja sitt lið og, sko. Ég er að horfa á KA. Það er eiginlega bara ótrúlegt. Já. Minn? En hvernig? 13-0 er staðan. Jón sparkar beint á Alex. Alex reynir ykkur að kloppa sendingu hana. Það er hann ekki. Það er hann aftur og með góða fyrirgjöf hana. Jón grípur. Þrátt fyrir 13 mörk fengin á sig. Þá
Þá er hann bara búinn að vera flottur. Þá er hann sennilega búinn að vera besti leikmaður. Morgun eða þegar hann fara í afmælið. Segir allt sem segja það. Jú. Þetta er fínasta rauð. Já, það er hárrétt hjá þér, afsakið þetta. Já. En það er ekki að taka það af þeim að þeir eru alltaf að reyna, sko. Hefur ekkert mann tapað 13 núna? Nei, ég hef ekki gert það. En ég hef unnið 13 nú. 5-3 frá. Það er líka Það er ekkert eitthvað ógeðslega gaman, sko. Maður er bara allir að reyna að skora einhvern veginn og allt í djöfisvesinni, sko. Þeir eru samt búin að halda shapeinu, finnst mér, Haukarnir, nei, K.A. menn. Og furðu vel. Já, það er mjög auðvelt að fara í ykkur þvælu og... Gunni væri alveg líklega til þess að hlaupa bara fram með eitthvað svoleiðis. Já, og bara menna, einloka boltan og svona, það er ekkert... Nei, þeir eru ennþá bara að spila boltan. Þeir eru einhvern veginn alveg meðvitaðir um það að þetta er undirbúningsmót. Það þarf að skerpa á hlutunum. Eins og Coach Mosley segir. Coach Mosley í Last Chance. Já, byrjar að horfa á því. Nei. En hann talar alltaf um habit, sko. Þóttu við sem að spila. Vá, ég var að lesa bók sem heitir Power of Habit. Já, okkur. Það skiptir svo miklu mál. Hvað er, ég er að reyna að finna íslenska orðið fyrir habits. Venjur. Já, bara skapa venjur. Já, nákvæmlega. Það er mark, sko. Það skiptir ekki mál hvað staðar. Sjálfmark getur ekkert minna en hinn. Það var nættum í taktina, þá ákvæði ég byrjaði á. Ég byrjaði á... Drive to Survive. Já, 3. seri. Tjöfullega góð. Ég er ekki byrjað. Ég byrjaði á hana og hún byrjar að það virkilega vel, sko. Já. Yngvar kominn hérna fram. Hann vill vera með í partíinu. Já, skiljanlega það. En já, Drive to Survive, Formula 1, 3. seria, byrjar svakalega, sko. Hann að gæðin sem er að stjórna Mercedes-Benz er ekkert eðlilega, það er ekkert eðlilega mikið svægi yfir hann, sko. Já, hann er töffari. Tótó. En þá koma Haukar. Óli sem er lobbar hann inn í og þeir detta hana hver einhvern annan Gummi og einhvern veginn endar upp í netinu. Ég veit ekki hvort það hefði verið Gummi eða Aron. Þetta var Aron Holm. Gummi ætti að reyna að ná þessu marki samt. Já. Ég sagði oft við dómarana í svona leikjum. Ég skoraði. Já, og fekkstu einhvern mann markið? Já, það hefur alveg komið fyrir. Það var einhvern tímann það sem þú fekkst skráð markaði, held ég. Já. Sem að Álfgrímur Gunnar skoraði. Já, hann breytti. Hann tók bara rúndun upp í KSÍ og... Sendur ekki bara post? Nei, hann tók rúndun. Hann gerði það líka bara. Og hann var ekki með bílpróf, hann fór með strætó. Nei. Jú, hann fór með strætó. Ertu ekki að grínast? Og talaði bara við... Akkur sendur hann ekki bara post? Hann vildi bara fá að, þú veist, fá þetta alveg... Hann bara komið sér gegn. Já. En það er skipting. Sigurður Arnar Hannesson fyrir út af... Herðu, fyrir, já, staðan auðvitað... Já. Ég var búinn að bæta um ekki. Já, staðan er 14-0. Staðan er 14-0. Og það eru 28 mínútur liðnar af síðari hálfleik, þannig að... Þeir eru búin að skora jafnmörg mörk og þeir gerðu það á 45 mínútum áðan. Það sem getur bara að bæta í aðleitn og fjær hann að Óli Semar og hann skýtur framhjá. Það er ringaði mig, hafði minn. Hann var bara að fá að bíða aðeins. Ég er bara að hjálpa hann að flytja hann að verið búinn. Já, það er svoleiðis. Já. Gömlu hjónin er að flytja upp í bústað. Flytja upp í bústað. Ætlaðu að búa það? Búa það. Þar er þessi bústað. Í Hvalfirði. Þetta er nú bara 40 mínúta kistla. Síðan sagði hann líka þarna. Þau held ég... Það er svolítið svona óvenjulegt að búa í bústað. Já, það er það sko, en ég held að þau ætlum alltaf að flytja í bæinn þegar ég er fluttur út og íbúinn í myndir. Fyrstu leikadröðum, strákar. Hrútsfettir. Heyrðu, það er eldgóshafið. Fanna kemur inn með svakalega fréttir. Það er komið eldgós. Þetta eru ótrúlega fréttir, ég trúi ekki. Það er byrjað ekki, ég var einmitt, ég er ekki að grínast. Ég var inn á RÚV fyrir 2 mínútum. Þetta er magnað, vonandi eru allir óhultir. Já, við förum ekki að... Leikurinn verður flautaður af, 3-0 sigur dæmdur. Það er byrjað að gjósa. Þetta hefur verið einhver ísfyrringur
hann hefur farið og kveikt á þessu gosi til að stöðva hana leik. Það var bara, þessi leikur verður það bara svona did not finish. Já, 3-0. Nei, bara 0-0. Já, bara 0-0 spilar aftur. Já. En það ótrúlega fréttir, það komið gos. Það löngu komin tími til. Djöfull var maður orðinn þreyttur á þessum skjálftum. Eða hvað? Því það að það sé búið skjálftanir hafa. Dagur hefur bara skotið. Já, það ekki, losað ekki eitthvað undan því. Það var 13. Nú, hætti það. En kannski... Ég var að reyna að ná sprettunum hér. Þetta compound effect? En þú tókst ekki það mörg spretti þegar. Kannski gerist eitthvað meira. Nei, Ég náði assistinu. Hvað ætti að gerast með það? Kannski kemur annað gos. Kannski springa eitthvað heimili eða kannski með hraunir, maður veit ekki. Nú ertu enn og aftur að tala með raskan. Móðir náttúra ræður bara hvað hún gerir, sko. Já, en það náttúrulega, það eitthvað svona eðlis og jarðfræði á baku þetta, sko. Það gerist ekki bara eitthvað. Já, en ekki gáttu þessi eðlisfræðingar spá fyrir í hvernig þetta gos kæmi. Jú, þeir gáttu það. Nei, þeir eru búin að segja að það var löngu komin. Þeir sögðu bara að vera eldgos í vændum. Já, en okkur getur ekki sagt það þá hvenær það kemur nákvæmlega. Já, það virkar ekki þannig. Okkur virkar þetta allt í enn ekki þannig núna. Nei, þú veist, ég ekki jarðfræðingur. Ekki ég heldur svo sem. Já, en við elskum gott gos, eða ekki? Eigum að fara að tjekka á því? Taka rúndin í Grindavík. Hvar þetta gos? Bara í Ásfjall? Er ég á Keili? Þetta rétt hjá Keili, eða ekki? En heyrðu, eigum við eitthvað að vera að lýsa þessum leik? Já, maður alveg það komið gos og allt það, en það fótballsleikur okkur. Felix með öfluga vinstri fót, það getur sagt ykkur. Og við eins og leikmenn allarins verðum að halda haus. Hann er frá Hnífsdal, hann Felix. Hnífsdal? Já. Hann lætur bara vaða! Hann skorar bara beint úr aukaspyrnu. Þú varst ekkert að djóka með hennar fót. Það ennþá séns, hörður. Það fylgja hann alltaf leik. Ok. Það er Zoom. Já. Ekki vera að tala í mækinn. Sjáir. Já, ok. Fórt af. Nei, það sést ekki, segja þér. Nei. Sko. Já, ertu að horfa? Það væri rosalegt ef við getum verið að taka upp eldgosið bara. Það myndi ansi margir tjúna inn. Sér þú það? Já, herri, ég ætla að fara upp og zooma í áttina að eldgosinu. Ætlar að gera það? Já, ég ætla að gera það. Nei, leikurinn er ekki búinn. Ég gera það að leikurinn er búinn. Já, þú veist, fólk er að horfa hérna, Jakob. Já. Já, ok. Tæknimaðurinn, hann ennlega til eitthvað að ringja, vildi fá að sjá þetta gos. En það er leikur í gangi. Gummi kemur hérna á Lexa Torres, sem að finnur Danna. Daniel, alls konar brasi, finnur Guðmund. Guðmundur og Aðalsteinn. Aðalsteinn með hendingum í gegn og Aron Holmes var að reynda rángstæður. Já, Frilli eitthvað ekki að fylgjast með þér. Frilli er með... Hann er með gömlu gleraugu sín. Hvað sagði? Vantaði nýja styrkinn á þau. Óli sem var góðan bolti og Lexa Torres. Láttu bara vaða maður, hvað er það? Herðu, það er úlpa að fara á öllin. Það er engin annar en Friðleifur Friðleifsson, aðstofadómarinn sem á þessa úlpu. Ég sá hann klæða sig úr hérna fyrir skömmu. En við verðum hins vegar að tala sem svo aukaspinnu. Já, jésús. Þvílík aukaspinna hjá Felix. Felix Gretarsson skoraði hérna beint úr aukaspinnu. Já, það var virkilega snirtilegt. Ég var búinn að vara okkur við áður á tókana. Og 14-1 í staðan. Pirrandi að fá þessi mark í svona leik. Já, það er nefnilega þreytt að halda ekki núlinu, sko. Er það? Einar Óli fær eitthvað tak í náran hana, en hann stendur bara upp. Heiðu, Fannar Óli, lokaði nú hana glugganum, það er ískalt inni.
Það eru 34 mínútur búnar að þessum leik og staðan er 14-1 fyrir K.A. Ég á svona 20 haukapessi núna sem ég er ekki að nota. Það tekur alltaf. Nei, út af því að bara, ég nota alltaf sömu pessuna sem ég finn. Það er það. Og líka, ég væri ekki ekki núna. Ég kom með 2 mæka. En ég notaði það, sko, ég týndi tveimur. Það er verið að ringi Friðberg, tjekka þetta sé ekki í lagi með hann á gósinu. En ég gæti bara... Þið verður bara að afsaka það. Ég tala bara í báða mækana og svo heyrið að hátt og skipti mér. Hann voru fyrir svona til að hoppa í maður í sæti hans. Síðan að hlusta á Gunnar Már djók, ekkert eðlilega. Þið verðið stillt og góð við hann. Velkomin Fannar. Komin að fá því í sætið. Hún er að segja nokkur orð. Takk, takk. Áður en hann Friðberg kemur. Alexander finnur Þórð. Doddi Partí góður á boltanum sko. Doddi Partí með sexy sendingu á Hólmaran. Þetta er ekki Sóli Hólm, þetta er Aron Hólm. Og Aron Hólm, sterkur. Breytur síðan af sér, aðeins of sterkur. Ég mættur. Velkomin. Fannar stóð sér samt vel í fjárveru minni. Fannar stóð sér mjög vel. Hann gerir sitt besta. Já, þú gerir ekkert betur en það. Nei. Það er eina sem við biðjum Ég verð að viðurkenna það. Það er ansi erfitt að halda fókus svona. Já, ég verð bara að vera samanlæðir. Við erum með, þetta er sko leikur nr. 2 hjá okkur í dag. Við erum búin að vera alveg á fullu hérna frá því klukkan, 6. Þannig að við erum búin að vera að lýsa í 4 tíma. Það er hróttalega mikið. Gerir aðri betur en það. Og hvað fáum við borgað fyrir það? 0 krónur. $0. Þetta er bara ástríða. Þetta er einungis rifið áfram á ástríðu. Já. Og Binni er svona leikmaður sem er ekki að fara í eitthvað bull. Nei. Og maður kannski... Nú að staðan sé 14. Já, maður tekur ekkert endilega mikið eftir honum. Nei. En hann einhvern veginn... Hann gerir hlutina sem hinir enn ekki að gera, sko. Hann lætur liðið tikka, sko. Og, þú veist, gerir allt sem hann gerir alveg 100%. Bara gerir það vel. Jón frá Bolungarvík ætlar að sparka honum hérna. Tíminn á leiknum, klukkan í alvöru, skal ég segja ykkur að kæri gestir, eru 2 mínútur yfir 10. 14:1. Það er komin helli demba. Er þetta kannski aska? Ég veit það. Sko... Já, kemur ekki aska? Nei, nú skal ég aðeins kenna þér. En það komur örugglega þrumur og eldingar. Ég er ekki að Hvað heldur þið það? Nei, það var í Eyjafjalla jökulsprakk. Já, ég var ekkert að segja að það væri að koma hér. Jesús. Þarna, Jakob, ég skal taka í smá jarðfræði kennslu. Þetta... Klárum þess að sósa. Hörður komin í... Keli verða með löpunum. Ó, hann hýttir ekki boltan. Greið strákurinn. En já, takk til mér á þessa kennslu. Þetta er sem sagt það sem við köllum sprengigos. Og þá er ekki mikið öskufall. Ekki? Askan myndast aðalega, til dæmis þegar við vorum með Eyjafjallajökul. Þá var gosið undir jökli. Og þegar jökullinn bráðnar með gosinu, þá myndast mikil aska. En þetta er ekki gos undir jökli. Þetta er bara virkt eldfjall. Þannig að það er bara það sem ég ætla að segja, sko. Ok, já, ég náðu þessu samt, Það var vel gert, vel útskýrt. Nenni ekki á lengur. Góð tæklingana hjá Ingvari. En það helli dembir. Ætli móðir náttúra sé að svara gosinu með því að... Demba honi það? Já. Maður spyr sig. Sko. Þetta er líka snjór, segir hann Fannar. Sér hvernig ég er að mynda hann. Það er að fara að snjóa meira á okkur, ég trúi ekki. Óli Sveinmar. Ég var að kaupa mér tank top, ég trúi ekki að það er að fara að snjóa á okkur, sko.
En það er snjór. Ekki frá því. Þetta er bara aska. Sko, þá er það... Óli Selmar með spyrnum. Þetta er góð spyrna. Já, fín. Danni í... ég veit ekki hvað hann ætlaði sér. Gunnar spretta tilbaka. Ánægði með hann. Já, þú tókst 100. Það er 14-0. Það var á leiðin inn. 14-1. Já, og... Hann fer ekki á fyrir mörg á sig. Gæs. Þetta er partí... Ég spurði samt hvað hann gera ástæðum. Klopbar Hjörvar. Það er hann aftur. Kloppað annan. Ég með ykkur að vera á stöngin, ég tók ekki eftir. Lexi Torres með fyrirgjöfuna. Frábær fyrirgjöf og Aron tekur bara við honum. Það gengur hérna á og hann skorar 15-1 er staðan. Þetta er magnaða senur. Það lítur að vera það mesta sem hefur verið skorað í einum leik, meistaraflokksleik, Ásvöllum. Það gæti alveg verið, sko. Það var ekki Ásvöllum. Jæja, 21-1 á móti Snæfellsnes. Nei, nei. Já, þegar við spilum. Já, alveg rétt. Við skorum 21 mark á. En það voru þetta kóngarnir, sko, sem er talsvert slakar liðin hörður. Myndir ekki segja það? Jú, myndi segja það. Vonandi er enginn úr kóngurum að fylgjast með þeim. Það er eitthvað versta lið bara sem hefur verið stofnað, sko. Já, þeir eru nokkur hana sem hafa verið stofnað sem lita þessa deild svolítið, sko. Já, sko, við erum alltaf með Afríku. Já, við skulum ekkert vera að telja það neitt upp, held ég. Sko. Það sem ég ætlaði að segja samt var, þú veist, Afríka, þeir eru hrikalegir. En kóngarnir, miðað við Afríku, þú veist, Afríka var bara fínt lið með við þá. Það var líka svona smá professional leiki yfir þetta hjá þeim, sko. Hjá kóngunum? Nei, hjá Afríku, sko. Já. En heimavöllurinn sem við spilum á móti kóngunum var alveg ræðilegur, sko. Já. En það er ekki mikið eftir að þessum leik. Rúmar 4 mínútur eftir. Nei, svona rúmar 3 mínútur eftir að venjulegum tíma. Ég held að hún sé ekki að fara að bæta mikið við hérna. Nei, hann fyrir nú alla að gera ísfenningum það að bæta miklum uppbótartíma við. En það var alveg Torres. Langa sendingu á Jóhann. Svolítið skemmt. Já, góð hreyfing. Skemmtilega breyting. Ágætis fyrirgjöf. Hann lætur bara vaða. Hittir ekki boltan. Það var. Óli er að halda á lofti. Bara spila boltan. Og Danni. Hvað ætlar Binna að gera? Flikkar hann á Aron Holm sem að... Gerir vel Aron. Alex þessi leik. Alex með góðan bolta og Óli reynir ykkur að klippu hérna sem við missa hannast. Binni nær að halda þessu inn á. Ég var einmitt í sundi daginn. Já. Og spyr konan mig hvort ég þekki nokkuð Óla Selmar. Það er svolítið skrítið spurning. Já, mjög spes, sko. Ég bara, já, ég kannast nú alveg, já, ég þekki hann. Já. Já, hann er frændi minn, sá hann. Og svo þær samræður hafa væntanlega bara haldið áfram. Já, hún var svona að reyna að halda þeim á lífi í stanslaust, veistu hvað ég meina? Já, ég veit hvað átt við, sko. Hún svo alltaf að reyna að pitcha ykkur inn og ég bara, já, bara gaman að því, sko. Og ég byrði að heilsa og hún sagði sömuleiðis. Varstu í pottinum eða? Nei, hún var að afgreiða mig. Ó, þá er það skrítið, sko. Já, hún smelti þessu bara í andlitið á mér. En það er nefnilega, það hafa verið gerðar, hvað er Guðmundur að gera? Hann hlægir á sjálfum sér þetta. Hann hlægir á sjálfum sér, einhver að klippa þetta takk. Og svo tettur hann. Vill fá brot. Nú hlægir hann ekki lengur, sko. En hann að... Okkur er hann að rífast, Guðmundur, það er 15-1. Guðmundur er náttúrulega, hann er með skap. Og... Hann er erfiður. Já, ég var með Gumma hann á leikskóla. Já. Og hann var alveg snældu vitlaus, sko. Já, klifrandi í... Með hór út allt. Með hór út allt, klifrandi, sko, alltaf að klifra í svona, hvað kallast það? Svona aparóla. Já. Alltaf að klifra ofan á hana, sko. En það er tími fyrir fleiri mörg. Óli Selmar, búinn að vera á 1 milljón. Ég ætla að gefa honum maður leiksins titilinn. Já, ég samla. Hann er Óli búinn að Selmar. vera alveg óstöðandi. Búinn að vera ótrúlega flottur hérna í... Ef að Gunni hefði spilað meira þá hefði hann fengið sjátt, sko. En hann að Danni finnur Jóve. Ekki sending.
Jói lét bara eins og var enginn marki. Já, Prófaði þig. Okkur er hann fær boltan aftur. Og þá flautaði dómarinn til leiksloka. Hrósum honum fyrir framstöðu sína í dag. Já. Og bara takk fyrir komuna, Hörður. Sjáumst í sumar, Hörður. Og takk fyrir leikinn, Egill. Þetta var bara, Þetta var nú bara, ég meina 16 mörk, það er varla hægt að biðja meira. það er eiginlega ekki hægt að, jú, rautt spjald. Eitt Já. rautt spjald, það hefði verið gaman. Já, já. Eitthvað sem vilt segja svona á lokum. Það er föstudagur, vonandi er allir að skemmta sér fallega. Já, það er eldgos. Það er eldgos, það er allt í rugli og bara áfram Haukar og áfram KA. Takk Já. fyrir okkur. Takk, takk. Svo heyrast lítið í þér sko.